Við skulum endilega rísa á fætur. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Allee. I praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surround me. 'Cause praise is the waters my enemies drown me. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Velkomin á samkomu, gaman að sjá ykkur hér í dag. Við ætlum að lofa Drottin í dag, má ég heyra amen. Þetta komist í hús Guðs fyrir snjó, það er bara frábært. En við ætlum að lesa. Já, amen. Það er eitthvað annað fyrir ofan. Já, hann ætlar að leggja í hjart okkar þeim nýjan anda í brjóst. Ég mun fjarlæga steinhjarta og líkamann þeirra og gefa þeim hjarta úr holdi sem er það sem við viljum. Við viljum með mjúkt hjarta svo Guð getur sett orð sitt inn í hjart okkar, halleluja. En við ætlum að syngja saman. This weapon is more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Takk Jesus, halleluja. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise
þakka þér fyrir trúfestina. Hann er hér, halleluja. Come open the door and make waves. The King is in the room. The King is in the room. Expecting for strongholds to break. 'Cause we know what you can do. We know what you can do. Gonna see lives change. Souls saved. Broken heart make new. The King is in the room. Lord, we can throw you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crown. The King is in the room. Come see all your captains run free. He's tearing down the wall. He's tearing down the wall. There's great shaking powers we sing with the name above them all. The name above them all. The King is in the room. Lord, we can throw you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crown. The King is in the room. Fear has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King. Chain has to break, dry bones awake. Prepare the way. Oh, she has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King. Chain has to break, dry bones away. Prepare the way. The King is in the room. Lord, we can throw you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crown. The King is in the room. The King is in the room. The King is in the room. Prepare the way. Prepare the way. He's in the room. Prepare the way. Prepare the way. He's in the room. Tack Jesus, halleluja. Han är trog, halleluja. Forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. You found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah.
hallelujah. The cloud by day, the sign that you are with me. The fire by night, guiding light to my feet. You found, you freed, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You stepped into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. I'll sing of all you've done. And be swallowed up forever by the fury of your love. You stepped into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. I'll sing of all you've done. That is swallowed up forever by the fury of your love. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah.
hefur verið trúfestina drottinn, hvað þú hefur gert fyrir okkur og þú leiðir okkur hvert skref. Hvert einasta skref sem við tökum leiðir þú drottinn. Helgist þú kærlega, ég þakka þér. Þakka þér drottinn. Við kunnum þetta lag, lofum hann í dag. Ef þú vilt finna fyrir honum í dag, lokaðu fyrir augunum og lyftu höndunum. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Oh, come on. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, Holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Oh, our thrones. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Syngju saman. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy.
You will always be holy. Það þetta með þegar eitthvað heilagt, að þá fyllist maður lotningu, það einhver virðing. Stundum ekki viðeigandi að segja brandana sem að þér fannst fyndin í partíinu. Hann passar ekki alltaf allstaðar. En Guð, hann vill að fjármagna okkar sé heilagt líka. Hann minnir okkur á að hann segir leggið til hliðar. Við tölum það síðasta sunnudag og þá var að þeir vissi ekki að þeir hefðu verið að gera það rétta. Matteus 25, það sem ég geri mínum minnstu bræðra. Það hafði gjört mér. Og svo segir, hvenær sáum við þetta? Þegar kannski lesið Orðskviðurinn 1 sem að talar að viskuna og hyggindi. Það talar að hún hrópar á götunum og allstaðar út allt viskan að hrópa, reyna að hjálpa okkur hvað vitulegt og hvað rétt. Það var eitt vers sem að reyndar í Orðskviðurinn 29 sem að átti við mig, að tók mig í svona í ferðalag. Þegar Guð var að reyna að kenna mér að vera heilagur. Orðskviðurinn 29 það segir, réttlátur maður kynni sér málefni hinna lítilmótlegu. En ógurlegur maður hirðir ekkert að kynna sér það. Réttlátur maður, hann kynni sér málefni. Og Guð fór að minna mig á hvernig hann kynnti sér mín málefni. Og ég gleymi aldrei þessari stund, ég hef oft verið að tala þetta þegar ég kem heim frá Bandaríkjunum, búin að vera þar í 7 ár og það allt mölbrotið í kringum mig. Hjónabandið, kirkja sem ég hafði staðið fyrir, allt í rúst. Svo byrjaði, og eini staðurinn sem ég hafði, það var sófinn hjá mömmu og pappa. Síðan byrjaði andi Guðs að eiga við mig og segi, Hilmar, byrjaði að gefa. Og ég alveg, hvað? Gefa? Sérðu ekki hvað ástand ég Hvað? Ég þarf hjálp. Þá að gefa mér. Hann var að kenna mér að vera heilagur. Svo byrjaði ég að sá að því litla eða engu sem ég á. Ég man þessi jól. Ég átti ekki pening fyrir jólagjöfum. Ég bjó til alla jólagjafirnar. Kannast ykkur við það? Ég á ekki fyrir jólagjöfum. En það sem Guð var að gera, hann var ekki bara, hann var að losa mig undan eitthvað sem heitir sjálfsvorkunn. Því sjálfsvorkunn, hún svona ákveðin ótti. Það þessi ótti við að þora ekki að sleppa tökunum, þora ekki að treysta, þora ekki að, heyrðu Guð, þú ert alltaf góður og þú getur alveg séð mig. Og langa sögu stutta, nú á ég húsið sem að ég svaf í sófanum á. Kraftaverkið ekki húsið. Kraftaverkið að hjarta mitt varð ekki hart. Það kraftaverkið. En hann byrjaði á því að kenna mér að sá, að gefa. Og vitið hvað þetta var erfitt. Og ég var alltaf að segja, þetta meikar ekki sens. Þetta bara meikar ekkert sens. Og ég var gæinn sem að ég fór á samkomur og alltaf það koma eitthvað svona að taka samskoð. Alltaf þetta peningablokk, maður. Getum ekki fara á samkomu og segja þetta peningablokk. Fannu að hjarta mitt. Ég veit ekki hvort það sé svoleiðis hjá þér eða hvarnist við þetta. En orð Guðs alltaf að kenna okkur. Í öðru Korinthubréfi 8. kafla, þá segir Páll að makedóníumenn, þeir gáfu af djúpum, það segir sko, af djúpum erfiðleika. Sem sagt, þeir voru bara í djúpum erfiðleika, en það var náð Guðs sem vakti orðlæti í þeim. Og Guð alltaf, þetta fjallar að læra að treysta Guði. Og hluta allt okkar líf á að vera helgað honum.
Og það hefur verið að gera með fjármálin okkar og allt þetta. Og við erum kirkja sem erum að ganga út á orð Guðs og við segjum, Guð, ég vil að þú finnir okkur trúföst. Við erum að sá inn í kirkjur í Filippseyjum, við erum að sá inn í störf hér og það oft hringt í þessa kirkju og beðið hjálp. Og við erum að hjálpa fólki. Þannig að réttlátur maður kynnir sér málefni hinna lítumótlegu, en ógulegu maður hirðir ekkert að kynna sér það. Ég var þarna, mér langaði ekkert að vita þetta. Við skulum bara undirbúa hjarta okkar. Faðir, við þökkum þér fyrir að þú ert sá sem helgar okkur, þú ert sá sem kennir okkur visku þína. Þú segir að upphaf viskunar að óttast þig, Drottinn, að virða þig, Drottinn. Drottinn, ég bið að tala til eins og sérhvers. Þú vilt ekkert séð skipun, heldur af hjarta sem auðmjúkt frammi fyrir þér. Faðir, ég bið að blessa einn og sérhvern sem gefur hér í dag. Og Drottinn, ég bið að þú opnir bara vegi þessa vikuna, Drottinn. Gefðu ný tækifæri, gefðu djörfung til þess að lyftu þínu nafni, Drottinn. Drottinn, á þessum erfiðu tímum sem við erum að horfa á í fréttum og annað. Drottinn, við treystum þér. Í Jesú nafni. Amen. Svo minni ég ykkur á næsta helgi, þá heimsókn. Líf Reinhard kemur að heimsækja okkur og þegar kannski séu auglýsingarnar, spádómar Biblíunnar á skiljanlegu máli. Og þetta svona, ég veit ekki af hverju þetta svona í kirkjum, það svo sem þor ekki að tala þetta. Þetta mjög einfalt og Biblían kallar þetta okkar sælu von. Hvað getur verið neikvætt við sælu von? Come on. En bless ykkur. Amen. Þetta á föstudagskvöldið og sunnudeginum. Og laugardeginum. Þið kíkið bara á auglýsinguna. Amen. Endilega rísum á fætur, tökum smá meiri lofgjörð og gefum honum smá meiri tíma. Halleluja. Takk, Jesus, ég lofa þig. Oh, your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have
is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Við lofum þig, Drottinn, og við lyftum upp þínu nafni í dag, Drottinn Jesús. Því að þú ert heilagur, halleluja. Þú ert alnálægur, þú ert alvaldur, Drottinn. Heiðri þig, veröldin öll eigi sig. Sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þín lofaði. Drottinn dýrðar vel mér, já, ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar vel mér, já, vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Heiðri þig, veröldin öll eigi sig. Sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þín lofaði. Nú í sannleika ég tilbið þig. Drottinn dýrðar vel mér, já, ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar vel mér, já, ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Kom þú, Drottinn minn, fagna vil, halleluja. Kom þú, Drottinn minn, syng til lof, halleluja. Kom þú, Drottinn minn, fagna vil, halleluja.
Kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, ó drottinn dýra, spil mér, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér, drottinn dýra, spil mér, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér, drottinn dýra, spil mér, já, ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér, drottinn dýra, spil mér, já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér, heilagur, heilagur, heilagur ertu, heilagur ertu, heilagur, heilagur, heilagur ertu, heilagur ertu. Takk Jesús. Gefum honum gott klapp hann hafa skilin. Halleluja. Takk Jesús. Það nærvera hér í dag. Amen. Takk Jesús. Allir glaðir hér í dag? Ég ætla bara rétt að vona það, því að gleði Guðs styrkur okkar. Vinir, fólk sem að tilheyrir Jesú og vera glaðasta fólk í heimi. Við erum ekki glaðasti hundar í heimi, við erum glaðasta fólk í heimi. Má ég heyra amen. Við erum að vera alltaf glöð. Af hverju? Því að við höfum aðra sýn á lífið. Allt sem að þú ferð í gegnum í lífinu Jesú með þér í. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Þú þarft ekki að búa til einhvern kvíða og þunglindi. Þú þarft bara að treysta Guði. Og ég ekki að segja það að við getum ekki upplifað hvort tveggja. En það sem við lærum í þessu lífi að treysta Guði. Og vinir, þegar við treystum Guði og þegar við áttum okkur að því að sá sem að sigraði allt. Þetta Alli? Hann að reyna að stoppa mig? Maðurinn minn hérna.
sérintækin. Það sem ég að segja að þegar við áttum okkur á því að sá sem hefur sigrað allt býr innra með okkur, þá horfur öðruvísi á kringumstæður lífsins. Hann býr innra með þér. Og leyfðu mér að útskýra. Sá sem að reis upp frá dauðum, hann býr innra með þér. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Hann mun opna Rauðahafið fyrir þér. Hann mun leiða þig alla leið. Ef þú bara treystir honum. Halleluja. En ég ætla ekki að predika hér í dag. Það verður kalum og það verður gott orð. Ég bara veit það. En áður en kalum kemur upp þá ætla ég bara að minna á eitt. Við erum með heimahópa í vikunni. Eitt hjá okkur alla, annar hjá Hilmari og Nenýtu og annar á ensku hjá Kalum. Og ég hvet ykkur til þess að koma. Þetta eru magnaðir hópar. Við byrjum á því að borða saman og svo bara förum við í eitthvað kennsluefni. Og ég hvet ykkur til þess að melda ykkur. Þetta ef þið viljið vaksa í Guði þá eru heimarhópa málið. En ég ætla að biðja drengi minn Gunnar að koma hérna og segja nokkur orð. Og hvernig væri að gefa honum bara gott klapp. Jæja. Ég þarf að minna reglulega á þetta sama. Ég ætla að biðja fólk að slökkva á símum og ekki vera að rápa og svona. Bara biðja ykkur pentu installegast. Þannig að við sýnum bara Guðs húsið þá virðingu sem hún á skilið. Ég ætla að hoppa í Kólósebréfið í dag. Og Kólósebréfið, þetta svo gott bréf. Því að þetta bréf byggist á eitt mjög góðan hátt. Og það að styrkja trú Kólósemanna. Gott dæmi, til að gefa ykkur smá innsýn inn í þetta. Þetta er þannig að Kólósa, það í Tyrklandi. Páll stofnsettir kirkju þar og það sem gerist svo stutt eftir að það kemur pressa frá utanfrá alls konar hluti. Það kemur spurningar til þeirra sem óþægilegar. Jesú virkilega til? Eða þetta, hitt og þetta? Og eitt af því sem gerir svo það kemur líka pressa á að leggja ákveðin gefindóm utan fólkið. Þannig og þetta líka samsvarar líka því að við erum núna að lesa 3. Mósebók. Þannig að þetta raunverulega bara gott orð til þess að við áttum okkur á hver sannleikurinn í lögmálinu, í stuttumáli. Hoppum í Kólósebréf 2, 16-17. Enginn skyldi því dæmi ykkur fyrir mati eða drykk eða annað sem snertir hátíð, túnkomur eða hvíldadag. Slíkt var aðeins skuggi þess sem kom átti. Veruleikinn Kristur. Þetta er mögnuvers. Og hann auðvitað eins og hann að segja, það skildi bara enginn núna fyrir það þegar þið eru búin að eignast trú á Jesú, eignast lifandi trú á Jesú, skildi núna dæmi ykkur fyrir eitthvað sem að gyðingar þurftu að gangast undir. Þeir þurftu að gangast undir það að þú máttir ekki borða ákveðið hlut. Þú þurftur að gangast undir það að þú máttir ekki klæða nema bara úr einu efni. Það þýddi það að þú máttir ekki fá þér bacon. Þú máttir ekki fá þér humarsúpu. Það margt sem þú máttir ekki samkvæmt lögmálinu. Og Páll að segja, þetta allt skuggi sem í vændum. Hvað þýðir það? Jú, skuggi þýðir eitthvað. Þú sérð eitthvað ákveði, skuggi þýðir eitthvað, en það gefur ekki skýra mynd á aðstæðunar. Þannig að það í lögmálinu mynd af Jesú. Þú kannski sérð hann ekki, en þú veist hún þarna. Og það það sem hann að segja. Veruleikinn Kristur. Að Kristur kom, samkvæmt því sem var boðað í lögmálinu, uppfyll allt það skilyrði sem að lögmálið var með, að hann kom, dó fyrir syndirnar, elskar skilyrðislaust, það veruleikinn og það grundvöllur trúarlífs okkar. Það Jesú Kristur og hvað hann gerði fyrir þig á krossinum á Golgata. Þetta veruleikinn. Ég hef alveg smá tíma, ég ekki að sýna ykkur annað vers. Hoppum í Hebreabréfið. Ég held að Páll hafi skrifað Hebreabréfið, þó ekki sé allir sammála. Lögmáli geymir aðeins skugga þess hins góða sem í vændum, ekki skýra mynd þess. Þær sömu fórnir, ár eftir ár, voru bornar fram, geta því aldrei gert á fullkomna til frambúðar sem ganga fram fyrir Guð. Og talandi að við erum einmitt að lesa 3. Mósebók, þetta vers á svo sannarlega vel við það að því að 3. Mósebók gengur mjög mikið út á fórnirnar í Gamla testamentinu.
Allar sömu það voru farðar fórnir aftur og aftur og aftur. Það var að fórna dúfum, það var að fórna lömbum og alls konar dýrum. En það var bara til þess að hylja yfir syndir í 1 ár. Fyrirgefningi synd gat bara verið í 1 ár, en svo þurfti bara að koma aftur og aftur og aftur. Þannig að þetta var bara vítarhingur aftur og aftur. En svo gerist það að Jesú kemur, forfærir sjálfum sér og það gerist í 1 skipti fyrir öll, tekur þína syndir, mína syndir á sig á krossinum og verkið hans fullkomnað. Þetta í raunverulega fagnaðarerindi. Ég svo mikið tíma, ekki að halda þess áfram með það. En, hvað segirðu? Já, takk. En svo sé líka alveg hreinskilinn, bara segja ykkur hlutir eins og þeir eru. Ég ekki að segja að við erum ekki að lesa Gamla testamentið. Hérna góð vers til að bakka þau upp að við eigum að gera það. Hérna versi sem að sýna það að við eigum að lesa lögmálið og alla spámennina því að Jesús þarna alstaðar. Þú getur hort á lögmálið á tvenns konar vegu. Þú getur hort á bókstaflega á ég fylgja þessu eða horfa með andlegum augum á Jesú. Það tvennt ólíkt. Annað bókstafurinn og við vitum hvað bókstafurinn gefur. Síðara Korinthíubréf 3, bókstafurinn deyðir. Þú getur hort á andlegum augum, andinn lifir. Þannig að þú getur farið í bókstafinn sem deyðir hérna innanfyrir eða farið eftir andanum og reynda að skoða hvar Jesús Því að hann hann allstar. Hann segir í Lúkasi 24, 44. versi þetta merking orða minna meðan ég var ennþá meðalíkar að ræta skildi allt það sem ritað mig í lögmálum Móse, spámánunum og sálmánum og það rættist í mér. Þannig að þetta gefur ykkur góðar ástæður að við eigum að lesa alla Biblíuna. Þetta andlega fæða okkar til þess að vaksa í Guði Jesús. Hver ritning innblásin á Guði. Hún nytsundi fræðslu, umvöndunar og leiðréttingar og menntunar í réttlæti. Góðar ástæður. Og horfum bara á góðu fréttinar. Jesús kláraði verkið. Dó fyrir okkur til þess að við getum lifað. Þetta sagði Charlie Kirk áður hann drepinn 9. september. Jesús sigraði dauðans að þú getur lifað. Takk Jesús fyrir náð þín á miskunn drottinni. Þakka þér fyrir þetta. Þakka þér drottin minn að við fáum að koma saman til að lyfta þér upp, Jesús. Ég þakka þér drottin minn að þú ert alfa og þú ert omega. Þú ert upphafið og þú ert líka endurinn, Jesús. Ég þakka þér drottin minn fyrir þá náð og miskunn að kallast þitt barn drottin. Ég þakka þér, Jesús, að við fáum öll að tilheyra þér, Jesús. Og ég bara bið fyrir Kalum þegar hann talar, smurðu vari hans á tungu drottin. Ég bið fyrir Hilmari þegar hann túlkar, megirðu smyrja vari hans á tungu og megirðu gefa okkur opinberna skilning á því hver þú ert, Jesús. Og við bara megum framganga í vilja þínum þér til velþóknunar. Og ég bara bið drottin minn að við höldum áfram að berjast við andaveru vonskunar í himingeiminu, Jesús. Að þú bara gefur okkur styrk og ákveðni í því, drottin minn. Við viljum vera tilbúin að svara hverju manni fyrir voninni sem krefst raka fyrir voninni sem við eigum í þér, Jesús. Og ég bara bið á allir okkar göngu að gefa þér dýrðina. Í Jesú nafni. Amen. Yes, it's preaching time. Preach, Brother Callum, preach. Alltaf með tvíhleypu. I won't see much with those on. Let's pray. Skulum biðja. Thank you, Lord, for your word. Thank you for this day. Þakka fyrir þitt orð, drottin, og fyrir þennan dag. And we open ourselves to you today, Almighty God. Að við opnum okkur fyrir þér, þú mikli Guð. That you would speak to each one of us. Að þú talir til eins og sérhvers okkar. I pray, Lord, you touch our lips with your coals. Að þú snertir varir okkar með köllum þinni. That we would only speak what you want us to speak. Að við tölum aðeins það sem að þú vilt að sé talað. And with the passion and zeal that you want us to speak it, Lord. Og á þann hátt sem þú vilt að sé sagt. For your glory. Fyrir þína dýrð. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. In Jesus' name. It was quite interesting putting this sermon together. Það var athyglisvert að setja ræðuna saman. I must have had 4 or 5 different ideas running around my head and heart. Það voru svona 4 hugmyndir sem voru hlaupandi í hausnum og í hjarta mínu.
until this word hit me. Þangað til þetta orð hitti mig. I'd never seen it before. Ég hef aldrei séð það áður. It's called insouciant. Það þýðir insouciant, and I have to look it up what it means. It means free from concern, worry, or anxiety. Það frjáls frá áhyggjum og sem sagt, og kvíða. Free from concern, worry, or anxiety. Bara frjáls frá áhyggjum og kvíða. And it hit me, that's how we Christians are supposed to live. Þannig eigum við kristnir að lifa. We don't have to worry about anything. We don't have to be concerned about anything. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur á neinu eða vera með vangaveltur. And we certainly don't need anxiety in our lives. Og við þurfum ekki á kvíða að halda í lífum okkar. You see, but we need to realize who we are and what's been done to understand our position in Christ. Að við þurfum að vita bara stöðuna hver við erum í Kristi. Chuck Missler says, Christ did not come to make bad men good, but to give dead men life. Chuck Missler, hann orðaði þetta svona, Kristur kom ekki til þess að gera slæma menn góða, hann kom að gera dauða menn lifandi. You see, we were dead. Við vorum dauð. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Því að okkur skortir Guðs stýrð. You don't need to worry looking around who's better than me, who's better than me. We're all in the same miry bog. Og þú þarft ekki að vera að kíkja í kringu þig, við erum öll í sama kassanum. We're all in the same position. Og öll í sömu stöðu. It's got nothing to do with social status. Það hefur ekkert að gera með samfélagsstöðu. Let's just clarify this. Þetta bara svona. But we who were once dead in our trespasses and sin, við sem vorum dauð í syndum vorum, are now alive in Christ. Eru nú lifandi í Kristi. Amen. Amen. So who are in Christ are a new creation. Og þeir sem í Kristi eru ný sköpun. The old has passed away. Hið gamla varð að engu. And we are no longer regarded according to the flesh. Og það ekki, við erum ekki skoðuð eftir holdinu. And the amazing thing is, og það mikilvægasta all of this work, allt þetta verk, is from God. Af Guði gert. You cannot earn it. Þú getur ekki unnið þetta inn. You cannot do anything to get it. Þú getur ekki gert ykkur að framistuðu til þess að eignast þetta. But believe in the Lord Jesus Christ. Annað en það að trúa á Jesú Krist. That's it. It's the free gift from God. Þetta frjáls gjöf, ókeypis gjöf frá Guði. That's who we were. Þetta þau sem við vorum. But now God comes. En nú kemur Guð á svæðið. And he sends his son. Og hann sendir son sinn. And it's no longer us that live, but Christ that lives in us. Það ekki lengur ég sem lifi, heldur Kristur í mér. In him we live and breathe and have our being. Í honum lifum og hrærust við. In him we have everything we need for life and godliness. Í honum höfum við allt sem leiðir til guðrækilegs lífs. In him we have the way, the truth, and the life. Í honum eigum við veginn, sannleikan og lífið. Hope, joy, and peace. Von, gleði og frið. These are not figments of our imagination. Þetta ekki okkar eigið ímyndunarafl. These are not just words we quote and say. Þetta ekki bara einhver orð sem við bara rausum út úr okkur. It's a reality for those that will receive. Þetta raunveruleiki þeirra sem taka á móti honum. Jesus is the one that asked the Father to send us the helper, the Holy Spirit. Og hann hefur lofað okkur að senda okkur hjálparan, heilagan anda. Who would reveal all truth to us. Sem opinbera okkur allan sannleikan. He would comfort us in times of need. Hann mun hugga okkur á erfiðum tímum. He's the advocate. Hann ráðgjafinn okkar. He's the power. Hann krafturinn. And so here we are in the world. Og hér erum við stödd í þessum heimi. But we are just as Jesus is in the world. En við erum eins og Jesús fyrir þessum heimi. Because he is living in us. Því hann lifir í okkur. You see, when we understand these things, þegar við förum að skilja þessa hluti,
then we start to ponder some of the wonderful statements that Jesus gave us. Og við förum að velta fyrir okkur setningunum eða það sem að Jesús sagði okkur eða gaf okkur. And we're confronted with the total contradiction of what Jesus is saying to how the world views things. Og við lendum í svona tvískunningi þegar við horfum á hvað Jesús sagði og það sem að heimurinn að segja. Let me see. How do we live like that? Og hvernig hefur við að lifa þannig? But we need to know our position. Við þurfum að vita stöð okkar. So let's look at some of the things Jesus encouraged us to live like. Og við skulum aðeins líta á nokkur versa sem hvernig Jesús hvatt okkur til þess að lifa. It totally contradicts the world's perspective. Þetta alveg á öndverðu meiði með það sem að heimurinn segir. For he who is least among us will be the greatest. Sá sem minnstur og meðal mun vera mestur. So if you want to be the greatest, Þannig ef þú vilt vera mestur, you have to be the least. þá þarf að vera minnstur. Think about it. Hugsa þetta. What are you wishing for? Hvers óskarðu þér? Whoever wants to be first must be slave of all. Og sá sem vill vera fremstur þarf að vera þjónn allra. You see, Jesus didn't come to be served, but to serve. Jesús kom ekki til þess að láta þjóna sér, hann kom til þess að þjóna. But we want to come and receive and receive and receive and receive. Jesus is saying, whoa, but that's not what I told you. En við viljum bara koma á samkomur og segja og bara þiggja og þiggja og þiggja. En Jesús segir, hey, ég kom ekki til þess að gera þetta. You bring your contribution, I'll bring my contribution, and together we feast. Þú kemur með þitt og ég kemur með mitt og saman höldum við veislu. Those who lose their life for my sake will gain it. Þeir sem missa líf sitt fyrir mínar sakir munu finna það. I must lose my life to gain it. Ég þarf að tapa lífi mínu til þess að eignast það. When you surrender all, when you lay down yourself and allow Christ to have his way in your life, you gain life. Þegar þú leggur allt til hliðar og gefur þig undir Jesú, að þá eignastu lífið. You see, we don't just get life, we get abundant life. Við fáum ekki bara lífi, við fáum lífi í nægtum. Plenty to share with everyone. Nóg til þess að deila út með öðrum. Not to be just like a tap that's closed and we get and we get and we get, but we never release anything. Við erum ekki bara á þessum stað þar sem við erum alltaf að safna bara öllu fyrir okkar og gefum aldrei neitt frá okkur. Do to others as that you would have them do to me. Geru öðrum eins og þér að þú vilt að þeir geri þér. Wow. Ó. Do to others as they would have them do to me. Gerðu öðrum eins og þú vilt að þeir geri þér. That's what the word says. Þetta það sem orðið segir. You know? We can't treat them one way and expect them to treat us a different way. Við getum ekki komið fram við fólk á einn hátt og óskað eftir því að þau komið fram öðru sem við okkur. I started off establishing that we were all in the same position. Ég byrjaði að segja okkur að við erum öll í sama kassanum. There's no difference. Það engin munur. We all need Christ. Við þurfum öll á Kristi að halda. It doesn't define by how much money I've got in the bank. Skiptir engu máli hversu mikið ég á í bankanum. Or the state of my house or car. Eða hvers konar hús eða bíl ég á. These things don't matter in the kingdom of God. Þessir hlutir skipta engu máli í Guðs ríkinu. There's no slave, no Jew, no Greek, no free. We are all one. Það engin gyðingur, grikki, þræll eða karl eða kona. Við erum öll eitt. What good is it for us to gain the whole world? Hvað gagnast okkur að eignast allan heiminn? Who would put the thumbs up? Yes, I want that. I want the whole world. I want the whole world. I want the whole world. Og við getum sett upp montputtan okkar og sagt já ég og þetta og ég allan heiminn. Oh, yet forfeit our soul. En fyrirgert sál okkar. Now we put the thumbs down. Og þá setjum við þumalinn niður. Ah. There's no point giving everything without ensuring who we are in Christ. Það nær engum áttum að gefa eitthvað ef við áttum okkur ekki á því hver við erum í Kristi. Do not lay up for yourselves treasures on earth. Ekki safna fjársjóðum hér í þessum heimi. We don't need it. Við þurfum ekkert á því að halda. We can't take it with us.
Getum ekki tekið neitt með okkur. We might as well enjoy it. Þú getur alveg eins bara notið þess. And better yet, let others enjoy it with you. Og leyft öðrum að njóta þess með þér. Amen. And then comes the curveball. Síðan kemur svona snúningsbolti. We should wash each other's feet. Við erum að þvo fætur hvers annars. Anybody here wants their feet washed? Einhver sem vill fá fótaþvott hér í dag? But Jesus was being serious. En Jesús, honum var alvara. He himself laid aside his clothes and put a towel around his waist. Hann gerði þetta sjálfur. Hann lagði kyrtilfaldinn til hliðar, setti handklæði utan sig og byrjaði að þvo fætur lærisveinanna. This was before the feast of Passover. Og þetta var fyrir páskaháttíðina. And Jesus knew his time was coming to return to the Father. Og hann vissi að tími hans var að koma, hann þyrfti að snúa aftur heim til föðurins. Having loved his own Hafi elskað sína eigin and loved them to the end, og allt að endalokum hafði hann elskað þá. having known that Judas had already given his heart over to the devil, Vitandi að Júdas var búinn að ofurselja hjarta sitt djöflunum. he rose from the supper table Hann stendur upp frá borðinu and got ready to wash his disciples' feet. og bjóð sig undir að þvo fætur lærisveinanna. And you know, Simon Peter, his typical response, Og típiska svarið hjá Pétri, you're not going to wash my feet. þú þarf ekki með fætur mínar. Jesus says, if I do not wash your feet, Ef ég þvæ ekki fætur þínar, you have no share with me. þá átt enga hlutdeild með mér. You have no share with me. Þá áttu enga hlutdeild með mér. Then he responds differently. Og þá bregst hann öðru sér við. Oh, not only my feet, my hands, my head, and everything. Ekki bara fæturnar, bara alveg undir hendurnar og höfuð og allt saman. Jesus said, whoa, if you've bathed, you only need to wash your feet. En ef þú er klíðin, þá þarf bara að þvo fæturnar. Why do we need to wash our feet? Af hverju þarf að þvo fæturnar? And what did Jesus want us to learn here? Hvað vildi Jesús að við myndum læra af þessu? You see, the feet is where the dirt gets when we walk. Þið sjáu að fæturnar eru það fyrsta sem óhrengast þegar við erum á umgangi. And I feel that on my heart was that we need to, as a body, be careful for the season we are going into. Og við sem samfélag, sem kirkja, þurfum að gæta að okkur í þá tíma sem við erum að ganga inn í. I'm not saying, thus says the Lord. Ég er ekki að segja svo segir Drottinn. I'm saying this is what I'm feeling. Þetta er það sem ég upplifi. We need to be careful for the wolves. Við þurfum að gæta okkur á úlfunum. We need to watch after the young infants in Christ. Og við þurfum að líta eftir þeim sem eru ungir í Kristi. We see in different scriptures where the Lord warns us or encourages us to move from the milk to the meat. Og við sjáum í orðinu að hann hvetur okkur til að færast frá því að drekka bara mjólk yfir í því að fara að borða kjöt. And referring to us, we must mature spiritually, going from young believers to more mature believers till we can need the full understanding of the scriptures. Hann hvetur okkur til að vaksa sem ungir í trúnni og það sem við verðum þroskuð í trúnni. But this also infers that there's young, unspiritual, unmature Christians in our body. Það þýðir líka að við gætum að því að það eru þeir sem eru nýjir í trúnni eða ungir í trúnni inni á meðal okkar í samfélaginu. And are we willing to wash their feet? Erum við tilbúin að þvo fætur þeirra? Are we willing to walk the road with them? Erum við tilbúin að ganga götuna með þeim? That when they hit a wobble, Eða þegar þeim verður á, we are there to encourage, to motivate, to inspire, to pick up. þá erum við til staðar þess að hvetja þú áfram. Hjálpa Dust þeim. off their feet and knees Og við dustum rykið af fótunum og hnjánum and get them back on the path again. og komum þeim aftur á réttan veg. You see, the enemy is very happy to be quiet and dormant. Þegar þið sjáu það óvinnurinn, honum líkar ekkit illa að allt sé bara svona í kyrrð og hljótt. When we're not progressing and advancing in God. Þegar við erum ekkert að stíga fram eða ná framgangi í Guði.
But as we obey, as we push into the fullness of God, En þegar við hlýðum og þrýstum okkur inn í fullnustu Guðs ráðs and as new believers are coming in, og nýir trúaðir að koma inn he understands the threat. og þá skilningur fyrir þeirri stöðu. And I feel we, the mature believers, Og ég upplifa að við sem erum kannski þroskaðri, are being asked, will you stand up and walk alongside erum við tilbúin að rísa upp og ganga með the öðrum, infants in Christ? þeim sem eru ekki eins þroskaðir í Kristi. Amen. And as I thought about this, Og þegar ég var að íhuga þetta, and all these things that Jesus was asking us and telling us how we should live, contradictory to the world, og hvernig þessi mótsagnakennd, hvernig Jesús talar og heimurinn segir, I was referred back to our men's Bible study yesterday morning. og þá myndi það mig á biblíukennsluna í kallahópnum í gærmorgun, Romans 8, 31 to 39. í Rómarabréfinu 8, 38 og 9, That's where we're going to focus. og við mun einblína á þessi vers. Now, this is the end of chapter 8. Þetta lokakablinn, þetta lokin af kabla 8. It's 9 little verses, Þetta eru nokkur vers, but it sums up our position at the end of those first 8 chapters. en þetta samantekt á öllum 8 fyrstu köflunum í Rómverjabréfinu. And as we start this, I think I'll give you a quick summary of the first 8 chapters in 8 points, if that's all right. Ef ég gef ykkur bara svona samantekt á 8 fyrstu köflunum í Rómverjabréfinu, ef það í lagi með ykkur. Firstly, we see the need for the gospel. Fyrst þá sjáum við þörfina fyrir fagnaðarerindinu Pagan humanity's depravity and God's wrath. og hvernig ástand mannkynsins og reiði Guðs. Then in chapter 2, we see the judgment of God, the condemnation of the moral man, and the religious hypocrisy. Og í kafla 2 þá sjáum við dóm Guðs og hræsni mannsins og ástand hans. Then we see the case against all humanity. Og við sjáum vitnisburðin eða málflutningi gegn öllu mannkynni. And that's contrared with justification. Og það stendur gagnvart því að vera réttlættur. In other words, being declared righteous. Það að vera yfirlýstur réttlættur. And as I said earlier, this is a free gift through faith. Eins og ég sagði áðan þá þetta ókeypis gjöf fyrir trú. It's not by works. Þetta hefur ekkert með frammistöðu að gera. And we see in chapter 4, Abraham and David are examples of justification by faith. Alveg Abraham og Davíð, þeir eru dæmi að vera réttlættir af trú. Apart from the law. Þeir eru fyrir utan lögmálið. We see in chapter 5, peace with God. We see the contrast between Adam, who brought sin and death, and Jesus Christ, who brings reconciliation, righteousness, and life. Og í kafla 5 að þá sjáum við hvernig friður við Guð sett upp á móti, hvernig Adam sem hafði syndgað og dauðinn og gagnvart Jesú Kristi sem að við höfum verið endurleyst til réttlætis og lífs. In chapter 6, we see freedom from sin's dominion. We see baptism and being dead to sin, but alive to Christ. Og í kafla 6 að þá sjáum við frelsi frá syndinni og valdi syndarinnar, niðurdýfingaskírnin og að við getum lifað dauð syndinni. In chapter 7, we see the relationship between the believer and the law. Og í kafla 7 þá sjáum við samskiptin á milli hins trúaða og lögmálsins. The struggle between flesh and the spirit. Og það þessi barátta milli holdsins og andans. And in chapter 8, before these verses, Og í kafla 8, áður en þessi síðustu vers eru lesin, we see life in the spirit, þá sjáum við lífið í andanum. no condemnation, Það engin fyrirdæming. deliverance from the flesh, Við erum leyst undan oki holdsins and eternal security. og við höfum eilíft hjálpræði. So let's read these verses. Þannig að við skulum lesa þessi vers. Romans 8, Rómverjabréfið 8, verse 31. vers 31. What then shall we say to these things?
If God is for us, who can be against us? Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver getur þá verið á móti oss? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Who shall bring any charge against God's elect? Hver skildi ásaka Guðs útvaldu? It is God who justifies. Það Guð sem sýknar. Who is to condemn? Hver sakfellir? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Kristur Jesús sá sem dáinn og meira en það, hann upprisinn. Hann við hægri hönd Guðs og biður fyrir okkur. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það, eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? As it is written, for your sake we are all being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Það eins og ritað þín vegna við deyddir allan daginn, metnir sem sláturfé. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði okkur. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Því að þess fullviss að hvorki dauðin líf, englarnir tignir, hvorki yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, munið þið geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Amen. 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 So what shall we say to these things? These 8 chapters that we've just had summarized. Hvað eigum við að segja við þessum 8 köflum sem við tókum saman? If God is for us, Ef who can be against us? Ef Guð með okkur, hver getur þá verið á móti okkur? It doesn't matter who thinks they can come against us. Það skiptir engu máli hver heldur hann geti staðið í gegn okkur. It doesn't matter. Það hefur ekkert með málið að gera. Because we are no longer our own, we are his. Þegar við tilheyrum okkur ekki sjálf, við tilheyrum honum. Think about this. Hugsaðu þetta. If you own something, how much time and effort do you go into protecting it? Þegar þú átt eitthvað dýrmætt, hvað leggur þið á þig til þess að vernda það og varðveita? We were purchased by the blood of Christ. Við vorum dýru verði keypt með blóði Jesú Krists. It wasn't a small price that was paid for Það us. var ekkert lítið gjald sem var greitt fyrir okkur. He laid down his glory Hann lagði niður dýrð sína to become a man, og varð maður forsaken in our stead, og var yfirgefinn í okkar stað. beaten and flogged. Var lamin og barinn í okkar stað. Legions and legions of angels at his disposal. Hann hafði aðgang að fjölda engla, hefði hann viljað það. But we were too precious to him. En við vorum of dýrmætt í hans augum. He paid the price Hann greiddi gjaldið that we might be saved. að við mættum eignast hjálpræði. No cost held back. Og No cost spared. það var engu aftur haldið tilbaka. Það var allt lagt í sölurnar. Think about who granted the devil permission to come against Job. Hver gaf leyfi til þess að hann mætti koma í gegn Job? God. Guð gaf leyfið. God. Our Lamentations 3:37 says, who has spoken and it come to pass unless the Lord has commanded it? Það segir Lamentations, það harm. 3:37. Yeah. Hver hefur talað og komið í gegn því nema drottin hafi
tala það út. Amen. God. Það er Guð. God is in control. Guð er algjörlega við stjórn. God is sovereign. Hann er almáttugur. And the things that are happening in our lives, Og það sem gerist í okkar lífum, as though when we are in the storm, it doesn't feel like it. og þegar við erum í storminum og okkur líður eins og það sé ekki þannig, It's for our benefit. það er okkur til góða. It's to define and develop our character. Það er til þess að slípa til okkar karakter. Because God will bring to completion the very good work He has begun in us. Því að hann mun klára verkið sem hann byrjaði í okkur. God knows us. Guð þekkir okkur. He knows our thoughts, our intentions, Hann þekkir hugsanir okkar og áætlanir and our heart. og hjört okkar. Yet He sees us in His Son, Jesus Christ. En hann sér okkur í syni sínum Jésu Kristi. And we are victorious. Og við erum sigursæl. He did not spare His own Son, but gave Him up for us all. How will He also not, with Him, give us everything we need? Graciously give us all things. Af hverju ætti hann að halda ykkur eftir? Ef hann hefur gefið okkur son sinn, þá hefur hann gefið okkur allt með honum. It's time we as Christians start to recognize that God is the provider. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að það er hann sem sér fyrir okkur. No matter how successful we may think we are, Það skiptir engu máli hversu erfitt við höldum að við höfum það. we may be foolish to think we got there on our own. Við getum haldið að við höfum þetta er allt fyrir okkar framistöðu. God opens doors no man will close. En Guð, hann opnar dyr sem engin maður getur lokað. God blesses us with favor, Hann blessar okkur með velvild and He opens the opportunities for og hann us. opnar tækifærin fyrir okkur. Therefore, don't be anxious about anything. Þannig að ekki vera kvíðafull yfir einu en einu. What you will eat or what you will put on. Eða hvað þú átt að borða eða klæðast. These are the things the Gentiles seek after. Og þetta er það sem að heiðingjarnir hafa áhyggjur af. The Father knows what we have need of. Faðirinn hann veit nákvæmlega hver þörf þín er. Who shall bring a charge against God's elect? Og hver mun ásaka Guðs útvöldu? It is God who justifies. Það er Guð sem að réttlætir. It doesn't matter what the charge is. Það skiptir ekki máli hver ásökunin er. Jesus stands up and says, they are mine. Og Jesús hann stendur upp og segir þau tilheyra mér. Does that give us the right to carry on sinning? Gerum við það okkur rétt þess að halda áfram í synd? No. Nei. Paul says, no. Guð segir nei. No. Nei. You have grace so that you stop sinning. Þú hefur náð til þess að segja nei við syndina. It's not that we carry on more and more. The more we sin, the more grace we get. Woohoo! Og við túlkum þetta þannig að já, því meira sem ég synga þá flæðir bara náðin ennþá meira yfir. No. Nei. We should stop sinning and it should become something we detest in our lives. Við stoppum að synga og það er eitthvað sem ætti að valda bara viðbjóði innra með okkur. The closer you get to God, Því nær sem þú gengur með Guði, not that you can get any closer to God because He's in you. ekki fyrir það sakir að þú kemst eitthvað nær honum því hann er í þér, Let me catch myself before I contradict what I said yesterday. bara svo ég ná í skottu á mér þannig að ég sé ekki mótsökun sjálf á mig. But the more we decrease Því minna þegar við minkum and the more Christ increases in us, og Kristur mun vaksa í okkur, the more sensitive we are when we are stepping into sin. því næmari verðum við fyrir því þegar við verum að nálgast eitthvað sem er synd. And at that point, we need to repent and turn the other way. Og það er á þeim punkti sem við þurfum að iðrast eða snúa við og gangi rétt átt. Amen. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Hver sakvelli? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það, hann er upprisinn. You see, Jesus Christ came. Sjá að Jesús Kristur hann kom. He lived. Hann lifði á meðal okkar. He can relate to us on every level. Hann getur alveg samsamað sig við okkur á öllum stigum. We don't have an unsympathetic Lord and Savior sitting at the right hand of the Father who can't relate to what we're experiencing and going through.
Við eigum ekki frelsar sem situr við hægri hönd Guðs föðus og alveg út úr kortinu við hvað við erum að upplifa. He knows very well what we are going through. Hann veit nákvæmlega hvað við erum að ganga í gegnum. But he died. En hann dó. But the amazing thing is, and the thing that we celebrate as Christians, Og það merkilega og það sem við fögnum yfir sem kristnir, he's raised to life að hann var again. reistur upp til lífs. We have the hope of eternal life in him. Við eigum von eilífs lífs í honum. As Sibba said, that same power that raised Christ from the grave Og sami kraftur og reisti Jesús Krist upp úr gröfinni, resides in you and I. hann dvelur í þér og mér, segir Biblía. Resides in you and I. Hann dvelur í þér og mér. Who shall separate us from the love of God, of Christ? Hver ætti að gera okkur viðskila við kærleika Krists? There's nothing that can separate us from the love of Christ. Það ekkert sem getur gert okkur viðskila við kærleika The Krists. scripture says, no one will grasp you out of the hand of the Father. Það engin sem getur hrifsaði úr hendi föðurins. Not tribulation, not distress, not persecution, not famine, not nakedness, not danger, nor sword. Það engin þjáning, engin þrenging, engin ofsókn, engin hungur, engin nekt, engin háski og ekkert sverð. Nothing, no, nothing. In all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Það ekkert, nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltiki hans sem að elskaði okkur. You see, when you are in the storm and the challenge or the circumstances, Þegar þú ert í miðjum stormunum eða í miðjum kringumstæðunum and it feels like our life's about to be taken from us, og það eins og lífið sé að hverfa frá okkur, it's important to note, Jesus said, þá mikilvægt að vita, Jesús sagði, we're going to the other side. við erum að fara hinum megin And you're not alone in the boat. og þú ert ekkert einn í bátnum. Christ is with you. Kristur er með þér. Amen. You are his and he is yours. Við erum hans og hann er þinn. For I'm sure neither life nor death, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Þegar ég þess fullviss að hvorki dauðin í líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi hið ókomna, hvorki kraftar, hæðni, dýftni, nokkuð annað, skapað, muni geta gjört okkur viðskila við kærleika Guðs. When you understand this, Þegar þú skilur þetta, what you have, það sem þú hefur, who you now are, hver þú ert núna, it is a pleasure for us to wash our brother's feet. þá bara heiður fyrir okkur að þvo fætur hvers annars. It's a pleasure for us to lay everything down and say, here I am, Lord, send me. Þá bara heiður fyrir okkur að leggja allt til hliðar og segja, hér ég, drottinn, sendu mig. When we understand this, it's easy for us to understand how we can live an incessant life, free of concern, free of worry, free of anxiety. Þannig getum við lifað að þessu áhyggjulausa lífi, þar sem að hvorki áhyggjur eða kvíði að trufla okkur. No matter our circumstances, our situation, our financial position, our health or anything, Það ekkert í kringustöðu, ekki heilsan, ekki fjármálin, það ekkert sem hefur áhrif á okkur. God is in control. Guð algjörlega við stjórnvölinn, Not me, ekki ég. but I need to be obedient. En ég á að vera hlýðinn. So as I close, Þegar ég kem hér að lokum, be at peace among yourselves. stunduð þið frið meðal ykkar. I urge you, my family in Christ, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Að þið uppbyrðu hvort annað, að þið lítið eftir þeim lítillátu og umvefið alla. You see, if we are idle, if we are lazy, we need a good swift kick in the butt. Þannig að ef við erum ykkur í svona letimagar, að þá þarf stundum aðeins að sparki aftur undan okkur. And let's hold each other accountable. Og við þurfum að svara til ábyrðar frammi fyrir hvort öðru. I don't want us as a body going, and there's some straggling behind because of their own idleness. Ég vil ekki að við séum að hvetjast áfram og einhver situr eftir í einhverjum leti hugsun.
I want us to be keeping in step with where God is leading us as a body. Að við getum verið samstíga í því sem Guð að leiða okkur sem samfélag. Understand that some of us are infants in Christ, as I said earlier. Og skilja það að sum okkar eru óþroskuð í trúnni. And the mature amongst us need to rise up as dads and moms Og þeir sem eru þroskari þurfa að rísa upp eins og feður og mæður. to encourage and help them on their walk. Að hvetja áfram á göngunni. Don't repay evil for evil. Ekki gjalda illt fyrir illt. Turn the other cheek. Snúðu vanganum. Turn the other cheek. Rather always seek to do good to one another and to everyone else. Þið að sína hvort öðru góðvild hvort öðru og til allra. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you and for me, for us. Biðjið alla tíð og verið stöðugt á bæn og því að þetta er vilji Guðs fyrir okkur. And whatever you do not quench the Holy Spirit. Og sama hvað þið gerið, ekki kæfa heilagan anda. If you don't feel the presence, Ef þú upplifir ekki nærveru hans, go back to where you did feel the presence farðu þá tilbaka það sem þú upplifir nærveru hans and get reconnected. og komdu þér aftur í samband. Abstain from evil. Og haltu þið frá hinu illa. You know, James 4 says, if you know the right thing to do and don't do it, that is sin. Í Jakobsbyrjunu 4:17 hann segir, sá sem að veit að hann á hvað gott á að gera, hann gerir það ekki, fyrir honum er það synd. You see, we might not know what the right thing is to do right there and then. Við kannski vitum ekki alveg hvað er að rétt að gera akkurat þá og þegar. I'll give you an example. Ég gef ykkur dæmi. I would never normally stop for a car that's on the side of the road broken down. Venjulega þá stoppa ég ekki þegar ég sé bilaðan bíl út í vegkanti. Never. Yfirleitt aldrei. It's too great a risk. Growing up and spending most of my childhood in South Africa, I would never do that. Og þegar ég var að vaxa úr grasi í Suður Afríku þá myndi ég aldrei gera þetta. The risk was far too great that your life would be ended up in the car. And Þegar áhættan var allt of mikil að þú myndir bara enda upp í dauður. But when I came to England, En þegar ég kom til Englands and I was driving onto the motorway, og þegar ég var á þjóðveginum there was this car parked on off-ramp. og það var bíll sem var þarna lagður út í kant And my heart said, stop. og ég fann bara í hjarta mínum að ég ætti að stoppa. So I stopped. Þannig ég stoppaði. Normally I would never do that. Yfirleitt þá gerði ég þetta aldrei. But this person had run out of fuel. En þessi manneskja hafði orðið bensínlaus. Sincere. Einlæg. So we got in the car. Þannig að kom upp í bílinn. I drove him to get some fuel. Keyrði honum til þess að ná í smá bensín. Shared my story. Deildi sögu minni. Because he's like, why are you stopping? Og hann spurði, af hverju stoppaðu? Wow. Jesus put it on my heart. Bara Jesús lagði það mér á hjarta. We got his fuel, he got started, and I blessed him on his way. Og ég bara blessaði hann á áframhaldandi ferðalagi. The seed was sown. Sæðunum var sáð. We don't know why. Við vitum ekki endilega af hverju alltaf. But if the Holy Spirit leads, En ef heilagur andi leiðir I encourage us to obey. og þá hvet ég okkur til þess að hlýða. By this shall all men know that you are my disciples, Og fyrir þetta skulu allir menn vita að þér eru lærisveinar mínir, if you have love one for another. að þið elskið hvort annað. We are one body. Við erum einn líkami. If one member suffers, Ef einn meðlimur þjáist, the body suffers with them. þá þjáist allur líkaminn með honum. And that heart should be beating inside of us, Og þannig hjarta ætti að slá innra með okkur. because that's the heart of Christ. Því það er hjarta Jesú Krist. Live an incessant life, Við skulum lifa áhyggjulausu lífi, only wanting to hear from God. aðeins sækjast eftir því að heyra frá Guði. This is my child in whom I am well pleased. Og það sem að segja, þetta er sonur minn sem ég hef velþóknun á. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen.